Verið velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gestir dagsins Yngvi Ómar Sigurjónsson, varaformaður leigjendasamtakanna og Jón Ferdinand Esterason, stjórnarmaður í leigjendasamtökum. Umræðuefni þáttarins málefni leigjenda og aðgerðir stjórnvalda á húsnæðismarkaðnum. Og langar að byrja bara að þið voru að gefa út svona yfirlýsingu sem sagt stjórnina og hvað hún hyggst liggja fyrir. Þegar þú myndir byrja að segja okkur frá því. Það er best að Jón bara byrja því, hann skrifaði hana. Já, ég er svo framtakssamur. Kristrún Frostadóttir, hún tilkynnti þess að bráðaaðgerðir í húsnæðismálum sem svona fyrsta útspil ríkisstjórnarinnar í þeim málum og það í rauninni bara grundvallarslast á einu máli sem að skerða skammtímaleiguna enn frekar. Það í rauninni bara mál sem við höfum barist fyrir mjög lengi og leigjendasamtökin hafa rekið þá orðræðu bara áfram í áraraðir og í rauninni mjög mikið í einkasamtölunum við, stéttarfélögin, við stjórnmálaflokkana og allskyns hagsmuna aðila lagt áherslu á þennan punkt. Þannig að það er bara mjög mikið gleðiefni að þetta sé loksins komið á dagskrá en það samt virðist vanta smá fút í þetta myndi ég segja að þau vilja samt svona leyfa möguleikana og kannski mögulega einhverju svona viðbótar íbúð þannig að þetta takmarkist við eigið lögheimili pluss kannski bókstaflega kannski viðbótar íbúð en okkur finnst að þetta bara takmarkast við eigið lögheimili en þar að ekki þá náttúrulega þarf að fylgja með hertara eftirlit ef þetta á að ganga upp einfallega því að við vitum bara nú þegar HMS hefur gefið út þessar upplýsingar að þeim telst til að sé 1000 íbúðir á skammtímaleigumarkaði í dag sem eru þar í trássi við núverandi lög og reglur sem krefja 90 daga hámarks útleigu á ári þannig að nú þegar eru 1000 íbúðir bara þar í óleyfi og ekkert að gert þannig að það þarf að fylgja með þessu líka eftirlit en við fögnum þessu á sama tíma og við hefum svolítið lagt áherslu á að þetta í rauninni bara svona plástursaðgerð og það miklu meiri svona grundvallar undirstöðuatriði sem þarf að ráðast í ef við ætlum raunverulega að leysa þennan vanda á leigumarkaði. Þetta bara hænuskref. Ég bara finnst þetta mjög lítið og þetta búið að vera í umræðinu svo lengi. Nefnt. Þú veist að fara að taka á Airbnb og loks ætlaðir að gera það en þeir eru ekki meinin að raun hafa lausn á því að fylgja því eftir. Það lykilatriði. Ég veit fólk sem að leigja út og það bara hefur engar áhyggjur af hvorki sköttum né því að hafa ekki leyfi. Þetta ekkert vandamál. Það engin, þetta bara eins og hefur verið gert í tíð fyrir ríkisstjórnar. Það skorið niður eftirlit, hvort sem það sköttum eða húsnæðisgjöldum eða hvað sem það Og það á klárlega við þarna. En þetta samt ekki kjarni vandans. Kjarni vandans þessi að ef þú skoðar þróun á eignarhaldi húsnæðis frá 2014 til 2024, þá kemur fram að hlutfall þeirra sem hafa búið að keypt sér íbúð og búið inn í sjálfur hefur aukist 25,9%, þú veist. En hlutfall þeirra sem leigja á þessum tímabili hefur aukist 330%. Þannig að sjáum við klárlega að leigustarfsemi orðið ríkjandi þáttur í húsnæðissölunni og húsnæðisverðinu. Og við líka sjáum það bara í samfylgni þess að leiguverð, þegar það hækkar þá hefur það beina áhrif á húsnæðisverð í tvöföldum magna á í Evrópu. Þú veist, þar þetta meira svona stabílt. Hérna bara fólk fjárfestar að kaupa upp íbúðarhúsnæði til þess að leigja út og það alveg hægt að rökfæra það að íbúðir sem eru til sölu í dag, þú veist, þið sjá þess að litlu 2-3 herbergja íbúðir, splunkunjar, það kosta 60-70 milljónir. Þessar íbúðir kostuðum alltaf út 4, 5, 6 milljónir. Ég bara með tölu frá HM sem sýna það, skiljiði mig. Ok, hvað þýðir það þá ef 3-4 herbergja íbúðir kosta? Það eru komin yfir 100 milljónir. Og það hefur engin efna á þessu. Þannig að þær íbúðir eru selda til fjárfesta, þeir stúkaðar upp og leigja út í herbergjalegu. Yfirleitt svart. Og þetta bara stókslegt vandamál. Og við sjáum líka sem mér finnst mjög merkilegt að byggingafélögin Gunnars og Gylfa, dæmi bygg, þeir eru bara farnir að leigja út íbúðir. Þeir eru ekkert að selja það lengur, þetta bara dýrt. Þeir leigja þær af því að leigjarnir fá ríkistyrk sem borgaðir á skattfé. Og þessi tali 9,6 milljarðar 2024 og við erum þá að tala fyrir utan félagslega bætur. Þú veist, þetta bara beint úr vörsum skattgreiðanda til fjárfesta og það sem ég finnst áhugavert í þessu líka að eins og í húsnæðishópnum sem að vera að fjalla hérna húsaleigulögin
þá stóð bara eitt svona leigusali upp og sagði, já, það sko að fara að hækka húsaleigubætur svo við getum hækka leiguna, sko, að því að verðið á íbúðunum mínum hefur hækkað. Þannig að hann á meira, vill fá meira frá skattféð í staðinn. Þetta er bara absúrt. Já, mikið hlutum meira. Hún tók fram nefnilega Kristrún. Eins og ég segi, þetta er svolítið mannlegt eðli. Þú bara gerir það sem kerfi leyfið að gera og ef að kerfið segir slæri ekki að puttana þá bara Já. Það er kjarnin í þessum horfum á þetta sem sósíalismi og kapitalismi. Ég meina að við erum að tala óregluvæddur markaður bara býður upp á það að fólk sem að vill hagnast getur það og gerir það bara óspart til þess að nýðast á leigjendum til dæmis. Mér langar að grípa þetta nefnilega með kapitalisman. Mér finnst það mjög áhugavert að núna fyrir 2 vikur síðan þá geisuðu skógareldar í LA, er það ekki? Jú. Og bara bannaði að hækka leigu. Neðarástand. Það voru 10.000 heimili sem vantaði allt í einu. Bara gjöru svo vel þið megi ekki hækka leigu. Í dag, hérna á Íslandi er búið að vanta í mörg ár 10-15 íbúðir. Það er engar hömlu á leiguverði. Já, og svo fáum við með alla Grindavík út á markaðin í leiðinni. Ekkert gert. Og lausn yfirvalda var bara að kaupa upp eigninar og bara henda þeim út á húsnæðismarkaðinn til þess að lenda í þessari samkeppni við hvora aðra. Gerðu nákvæmlega ekki neitt til þess að laga húsnæðismarkaðinn í leiðinni. Já. Og þannig að talað Ísland, sko, þetta er bara meiri kapitalismi í okkar hægrimennsku heldur en í Bandaríkjunum. Þar sem þeir átta sig á því að þessi grunnþörf fyrir húsnæði er eitthvað sem þarf að verða. Hérna í Íslandi þeir bara eru fyrirgeði bara heimskir. Þeir sjá þetta ekki að frelsi til að græða fyrir nokkra manneskjur hefur gríðarlega áhrif á okkur öll. Það er bara eitt annað dæmi og það gerir þetta í Skotlandi líka þegar COVID byrjaði. Og þá settir bara á leigubremsu. Það er bara bannað að hækka leigu í 6 mánuði og svo framlengduður í 6 mánuði. En við grípum aldrei til svona augljósra aðgerða sem eru gerðar út allt. Nei, en það er hægt að gera fullt. Það er bara ekki vilji til þess að gera neitt. Og svo langar mér líka bara að spyrja ykkur að með Airbnb að þeir mögulega ætla að heimila að þú getur leigt eina íbúði viðbót við þitt eigið húsnæði. Er þetta þá ekki bara að missa marksið? Klárlega. Það verður þetta bara svona dropi í hafið, sko. En aðalatrið er náttúrulega eftirlitið. Já. Akkurat. Og kemur eitthvað fram þannig í tillögunum aukið eftirlit? Nei, þannig að það er ekki komin út konkrét tillaga. Þetta er bara svona eins og fyrsta, sko, að henda þessu útspili út eins og Kristrún segir sjálf, kannski viðbótar íbúð, hún er bara svona flóta hugmyndinni og sjá hvað viðbröðin vera. Það er margt mjög loðið einmitt í stjórnarsáttmálanum og mjög opið fyrir einhvern veginn útfærslum. Nú komið þið og fræddið okkur í sósíalistaflokknum tillögur leigjendasamtakana fyrir kosningar. Ég vænti þess að þið hafi gert það við bara flesta flokkar, það ekki? Jú, alla. Það verður utan lýðræðisflokkin held ég. Já, ég fór ekki að heiti þá. Ég meiri þess að sko, ég man eftir ég fór að heiti sjálfstæðismannin hérna. Þeir sendu mig gaur í 10. sæti. En allir aðri flokkar voru svona alvöru frambjóðir sem áttu vonaði að komast inn á þing. Og ég man eftir ég hafði búin að ræða við hann í klukkutíma á kaffihúsi hérna niður á Borgartúni þá er hann að labba út og hvíslar að mér heyrðu, ég er alveg fylgjandi leigubremsu, bara ekki segja neinu það. Það er mjög svipað. Ég upplifði þetta í pallborði dýravöndunarmál þar sem var sendur einmitt svona frambjóðandi frá sjálfstæðisflokknum í 10. sæti og hann einhvern veginn tala alltaf svona þvert gegn stefnu flokksins, sko. Þetta var mjög sérstök upplifun svo ég taki smá dítúr en höfðu þið kannski hvaða væntingar hafa leigjendasamtökin til ríkisstjórnarinnar núna? Við lögðum áherslu á að leiðrétta leiguverð og við rökfærum það frekar vel fyrir þeim hversu það væri skaðlegt að hafa leigumarkaðin eins og hann er. Og við áttum ég átti samtöl við nokkra stjórnmálamenn hérna í Rauðaborðinu og bæði Jóhann Páll og Ragnar Þór sem satt akkurat hérna lýstu því yfir að ef þeir kæmust til valda þá myndu við vilja skoða þetta. Við erum náttúrulega ekki heyrt búkiðin síðan, sko. En þeir sá alveg skynsemin í því. Einmitt. Og þú veist, Ragnar Þór, við vorum lengum fundi líka með honum og Ástu Lóu, þar sem við rættum þetta bara í þaula í 2-3 klukkutíma og þau gera sér grein fyrir eðli vandan sem Ragnar Þór er sérfróður húsnæðismálin á Íslandi. Þannig að ég held að það sé ekki spurningum vilja einstakra aðila en flokkarnir þurfa að taka þetta upp og þetta náttúrulega verður alltaf vandinn í svona samsteypu stjórnmálunum og það er samstarfsflokkarnir og þá er það allar helst Viðreisn held ég sem að væri stærsta hindrunin en það er svona þessi andstaða við markaðsinngripp eða inngrip á markað og reglugerðir sem er til dæmis þetta, ég held að stóra ástæða akkur margt af þessu er svona loðið í stjórnarsáttmálanum að við veit ekki hver endanlega lausnin verður á mörgum af þessum málum
til dæmis þetta með hérna skammtímaleguna, af því að ef þið taka fram í byrjun að þetta mun þarnast hérna harðara eftirlits, meiri útgjalda í slíka skrifstofu og svo framvegis, þá verður þetta allt í einu vandamál fyrir Viðreisn mögulega. En það sem að mér finnst samt mikilvægt að leggja áherslu á í þeim málum sko þetta varðar bara svo fjölþætta hagsmuni svo margra, og þetta svolítið svona sem við höfum verið að fókusa á í þessum samtölum við flokkana og líka bara í okkar orðræði út af við sko, að þetta hentar sko, það hagnast ekkert síður fyrirtækjaeigendum og hérna alls konar rekstraraðilum, af því að það náttúrulega stærsti útgjaldaliður allra einstaklinga á Íslandi húsnæðisliðurinn og við vitum það öll. Þannig að þegar það kemur að launahækkunum og kjarasamningsviðræðum, þá það sem knýr áfram sko þörfina á hærri launum, langstærsti þátturinn húsnæðisliðurinn. Þannig að ef við erum að tala um að þetta sé einhverjir sko hérna leigudrottnarar, eins og ég kýsa að kalla ástundum, bara meinfísni, sem bara lifa á því að eiga kannski 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 íbúðir, þar sem að leigjendur borga upp eignina þeirra og passív laun, og þeir gerir henni ekki neitt sem aðdenu. Ef þeir erum að hlífa þeim gegn því að öll fyrirtæki í landinu þurfa stöðugt að hækka laun langt umfram það sem annars hefði verið þörf á, einfallega þess að fóðra sko einhverja handfylli eða einhverjum leigusölum. Þetta gengur ekki upp, þannig að meira þess að fyrir flokki sem Viðreisn, meira þess að fyrir Sjálfstæðisflokknum myndi ég segja, ef fólk raunverulega alvara með hluti eins og að segja sem andum smá og meðalstór fyrirtæki, þá þetta bara hagsmunamál þeirra líka. Nákvæmlega, þetta sem ég tala heimsku og skansimi. Þú veist, ég fór á fund með hann Sigmari Vilhjálms og konu sem í stjórn hérna atvinnufélagsins. Ég held að frekar þar síðasta sumar, frekar núna síðast. Allavega, þá voru sem sagt að ræða skaðsemi þessara leigustarfsemi og hækkun húsnæðisverð og leigu á lítil og meðalstór fyrirtæki, og þeir voru hjartaða sammála. Alveg sá þetta skýrt. Og bara til þess að draga fram nokkra tölur sem ég veist áhugaverðar. Þegar skoðar frá 2014 til 2024 sem ég var að rannsaka svolítið daginn, þá sérðu að sko matarverð hefur hækkað 50%. Veist, svona, þá tók ég kjúklingabringu, egg og eitthvað fleira, svona helstu, og bensín. Þá er þetta 51% hækkun. Laun hafa hins vegar meðaltali hækkað 115%. Þannig að þau hafa hækkað meðaltali meira. En lágmarkslaun og bætur, sérstaklega bætur hafa bara hækkað 50%. En ef þú hins vegar tekur húsnæði, þá það hækkað 220%. Akkurat. Þú veist, það er það sem virkilega heldur okkur í helja greipum hérna á Íslandi. Þetta er algjörlega Já, gaman. þetta eru nokkri lordar, þú veist, ég má þetta, ég fá meira skatt fyrir með því líka þokkabót, þetta er bara fáránlegt sko. En ég svona, að ég nú starfa með ykkur í leigjendasamtökunum og nú hefur Ragnar Þór alltaf verið okkur mjög vel viljaður. Þannig að, og ég fekk von þegar ég sá að Inga Sæland yrði félags- og húsnæðismálaráðherra og þar að leiðandi ætti Ragnar Þór að hafa mjög góðan aðgang að þessum málefnum og hann hlýtur að vera ráðgjafandi þar, skilur hjá henni. Þannig að við erum náttúrulega ekki farin að sjá allt þar sem við ætlum að gera, en er ég barnalega að þetta gefur mér von? Nei, mér veist ekki. Þetta er svo margt annað með þessa nýju ríkisstjórn. Við erum bara, ég held að mörguleiti betur sett heldur en með Framsókn og Sjálfstæðisflokk í slagtogi við ykkur. Það kemur ljós, sérstaklega út af Viðreisn. Já, en þetta er ennþá snemma á lífdögum þessara ríkisstjórnar. Þeir eru bara rétt svo að hérna í starthólunum, en þeir eru strax komin út með þetta að skera niður skammtímalega markaðinn. Ok, það veit og gott, en ef þau láta staðar numið þar, þá er það vandamál. Því að þú veist, ef þetta er ekki bara fyrsta skref af mörgum, en ef þetta er bara, heyrðu, við gefum leigjendum hérna sitt og nú eru búin, þá náttúrulega gengur það ekki upp, að þá mun þessi vandamál bara halda áfram að grassera. En Inga, hún er hérna svolítið svona ólíkindatól og ég held að það sé alveg ágætt að mörguleiti að sko gefa manni ákveðna bjartsýni, að hún er kannski alveg tilbúin að storka sko ákveðnum svona venjum og siðum eins og við séum undanfarna daga með uppáttæki hennar, en hún sagði þetta mjög skýrt í kosningabaráttunni að þú veist, þegar hún var spurð út í húsnæðismálaplan Flokks fólksins, þá gátt hún útskýrt það í meginatriðum, en hún sagði að ég er mjög fært fólkina, Ragnar og Ástur Lóu, sem að veit þetta mun betur, og hún sagði það bara óbeskátt, sem að mitt flestir stjórnmálamenn gera aldrei, ef þeir segja, þú veist, þeir segja aldrei, þeir viti ekki eitthvað, þykjast það bara, en þannig, þú veist, mér fannst að koma bara svolítið skýrt fram að
hún lítur á það sem svo að Ragnar sé ráðgefandi afl, þess vegna kemur hann inn og hann náttúrulega ótrúlega sterk liðsbót við þennan flokk og þessar ríkisstjórn rauninni kemur beint úr verkalýðsbaráttunni og með öll þessi mál bara upp á 110 þekkinguna, þannig að hann skilur þetta vel. Akkurat. En svo verður þetta vandamál með hvað er þetta, 34 aðrir þingmenn eða 35, ég maður ekki og þarf að fá alla með þeir á band og alla flokkana og alla þingsflokksformenn og ráðherrana og þetta verður alltaf svolítið flókið. Það er náttúrulega gallin við þetta, Viðreisn er náttúrulega með ofboðslega sterka stöðu inn í þessar ríkisstjórn. Já. Þannig að þeir hafa svolítið mikið að segja en eins og þú segir, Inga er ólíkindatól, þannig að þú veist, maður reynir alltaf að halda í vonina. Stóra spurningin er bara, er Viðreisn einhvers konar afspringi Sjálfstæðisflokksins, alveg eins og þeir nema vilja bara fara í Evrópu og það er að leiðandi bara með svolítið bara litla sína á hvað er að gerast. Skilja þetta ekki, lifi í einhverjum glæsi höllum og er ekkert í sambandi við venjulegt fólk. Eða þeir eru eitthvað svona sjálfstætt afl sem að getur tekið ákvarðanir byggt á gögnum. Þú veist, gögnin sína klárt að íbúðir eru þar ofdýrar, það er að hakka margfald á í laun, fólk hefur ekki efna á þeim, það er bara að leigja þar og það er gert með risar stórum stuðningi frá ríkinu. Þetta meikar ekki sens. Þetta er grunnstrategískinn sem við tölum oft að lágmarkslaun hafa hækkað þrefalt frá aldamótum og meðan að húsnæðisverð hafa hækkað tífalt. Það er 3,7% til þess að næstu í 4 sinnum lágmarkslaun. Þetta er náttúrulega orðið alveg skelfilegt eins og fyrir fólk á lágmarkslaunum og bótum að bara til dæmis í Reykjanesbæ sem er ekki inn í Reykjavík að vera á því. Ég sá, það var stúdíóíbúð upp á Ásbrú sem var þá ertu samt að borga kannski 50% af laununum þínum fyrir það og það er lægsta svæðið til að borga af. En hverjar eru þá ykkar tillögur fremur heldur en húsnæðisbætur? Hvað leggið þið til? Við komum með, og ég náttúrulega er tölvuleikjuhannur, ég hannaði bara ákveðið kerfi í kringum hugmyndir sem við vorum búin að fleygja á milli okkar. Og þessi hugmynd, hún heitir viðmunarverð leigu eða leiðréttum leigu og hún snýst einfallega það að við miðum leiguverð við hvað kostar að borga upp byggingakostnaðan íbúðun á 20 árum. Hljóma mjög réttlátt það ekki. Þú veist 20 ári búin að borga fyrir íbúðun og gera svo vel. Nema hvað að það myndi lækka leigum fyrir 30-40% sem sýnir hvað það er rosalega græki í gangi á leigumarkaði. Það er grunnurinn. Og ef við myndum síðan lækka, við tók nú dæmi að íbúð eins og Laugavegi lítil 70 fermetra tveggjaherbergja íbúð reyna að vera ekki Laugavegi og Grettisgötu og hún átti að fara að leigu út á 430.000 krónur skilurðu, en samkvæmt þessu viðmiðunarverði þá hefði hún leigst út á 230 og þá hefði hún borgast upp á 20 árum. Þá myndum við reyna að veru, ef við lækkum leiguverð svona mikið, þá myndum við ekki þurfa húsaleigubætur til þess að greiða þetta. Það er að tala fyrir venjulegt fólk, ekki fyrir þetta fólk sem er í félagslegum vandræðum. Og við myndum þá hætta að líka skattleggja leigu. Það er þess að hvatinn til þess að fylgja þessu. Þannig að ef þú heldur innan viðmiðunarverðs, þá ertu ekki skattlagður. Ef þú ferð yfir það, töluvert eða eitthvað yfir það, þá er alltaf meira og meiri skattur, þannig að þú græðir ekki á því. Þetta er líka, það er eitt sem fólk átti sig ekki á varðandi leigubótakerfið eins og er í Íslandi og það er hvað er hamlandi fyrir ungt fólk að fara að kaupa sér íbúð. Það er að fara að safna sér og þá vinnur það meira, að fara hærri tekjur og það missir húsaleigubæturnar sínar. Þannig að við viljum til dæmis koma í veg fyrir það, þetta kerfi hefði gert það. Já, ég man eftir þeim þegar þið voruð að kynna þessar tillögur fyrir sósíalistaflokknum. Þetta var svona mjög eye-opening moment og manni finnst þetta að vera mjög skynsamleg leið. Og þetta er í rauninni þetta er ekki eitthvað sem þú þarft einhverjar stóra samfélagsbreytingar til að koma á, þetta er bara reglugerð, þetta er byggt á í grunninn, þetta er reglugerð sem er til fyrir íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, fyrir ríkisstarfsmenn, þetta geta komið embættismönnum út á landi í eitthvað húsnæði en þá er skilyrði fyrir þessu, þetta er ákveðin formúla sem reiknar þetta út og byggir á brunabótamati frekar heldur en fasteignamati. Og það er kannski lykillinn í þessu líka að vera með miða við raunvirði fasteignarinnar, hvað kostar að byggja húsið en ekki hvað ýktur markaður er að rukka fyrir sama hús. En þá byggir það á þessari forsendu í þeim lögum, það segir bara það sem að eðlilegur leigumarkaður er ekki fyrir hendi, skal nota þetta. Og mér finnst þetta bara svona írónískt að það er nógu gott fyrir ríkisstarfsmenn en ekki fyrir almenna borgara.
Mér finnst það mjög svona fráleitt pæling sko. En þá ætlaði ég að segja hérna, nú misti ég alveg þráin. Sýslumenn, þeir notuðu þetta kerfi eftir hrun. Til þess að ákværa leiguverð íbúðin sem þau tóku til sín. Þú veist, þetta er ekki, þetta kerfi, þess að grunnurinn að því er bara þetta ríkiskerfi. Við bætum síðan við skattlagningunni og snúum bótakerfinu við. Já, við glemdu því eiginlega. Það sem sagt inn í þessu kerfi er það þannig að meðan vextir eru svona háir, þá geta íbúðareigendur sjálfur fengi bætur. Þannig að þeir sækja það, ekki leigjendurnir. Og borga niður mjög dýrt húsnæði. En hins vegar þegar vextir lækka, þá lækka bæturnar. Í dag breytast það ekkert, skiptir engu máli með verð á vexti eða verðbólgu eða slíkt. Þannig að við leggjum rauninni til að snúa þessu við að í staðan fyrir sko, eins og þetta er í dag, þá eru húsaleigubætur greiddar út á óverðstýrtan markað, algjörlega óregluvætan markað, sem þýðir bara einfaldlega það að því meira sem húsaleigubætur hækka, þeim mun meira getur leigusalinn rukkað. Og það er raunverulega raunin sem að við sjáum, bara kerfisbundi. Kortlega þetta á gröf sem er alltaf mis skemmtilegt að skoða, en við bara mertum niður hvert einskipti sem að hámark húsaleigubóta hefur hækkað, þá hefur fylgt hérna bara hækkun í leiguverðum almennt líka. Þannig að við sjáum það bara skjálfest. Hitt er annað með skattlætinguna, það er mest að líka bara verður punktur að leigjendur eru í einhverju svona mjög undarlegri stöðu að við erum skattlögð sérstaklega beint umfram alla aðra hópi í samfélaginu, einfaldlega að því að leigutekjur eru skattlagðar. Þannig að leigusalinn er að setja, hvað ætla ég að borga húsnæðisláninu, rafmagni, húsfélagi og whatever og ég vil eitthvað gróða á þessu líka og ég þarf að eiga fyrir húsaleiguskatti, þá rukka ég það á leigjendan. Þannig að alveg sama hvernig þú snýrir þessu við, þá er leigjandinn að borga annan skatt. Þannig að þetta er í rauninni skattur sem að bara raunverulega bitnar á leigjendum fyrst. Þannig að skatturinn er það sem við borgum. Við borgum fyrir ein húsaleigubætur sem koma tilbaka sem eru síðan notað þess að hækka leiguverðin á okkur aftur. Og þetta hefur bara, þetta er bara stjórnlaus og vöxtur upp á við. Versus það sem við erum að stinga upp á, að það bara þetta er rauninni leið til þess að leiðrétta þessa þróun að húsnæðisverð hafa farið svona langt umfram launaþróun. En svo húsnæðiseigendur sé ekki í bullandi tapi, við erum bara sængjarnir, þá bara þurfið þið sækja sérstaklega sérstaklega vaxtabætur og sína fram á að þið séu með einhvern íþyngjandi kostnað út af vöxtum og lánum og fjármagnskostnaði, flott, þið sækjum við það, en þá þarf leigjandinn ekki að dekka það. Leigjandinn er bara að borga leiguna sem er sanngjörn og hendar báðum aðilum. Eins og ég sagði hann, ef við borgar upp húsnæði sem hann byggir á 20 ára þá hljómar það mjög réttlátt. Það er ekkert eins og sé verið að biðja um heiminn. Og líka húsnæði er öruggasta fjárfestingin sem að þú ferði í hérna á Íslandi og það er einhvern veginn þegar það sífellt verið bara en þetta verður að kofvera allt sem ég borga út að það er ekki verið að líta á þetta sem fjárfestingu sem að þetta vissulega er. 100%. Ég get stundum reitt úr mér hárið í þessum punkti að mér þetta er svo fatalt hvað það eru fáir sem að skilja þetta svona einfallega að því að stærstu verðlaunin fyrir leigusalann, fyrir fasteigna eigendan, fasteigna fjárfestin er það að eignast fasteign sem hækkar í verðiði með tíma. Akkurat. Þú veist, það gerist afar sjaldan að fasteignir lækka eitthvað mikið í verði. Það þarf 2008 level event, bara svona hamfarir til þess að það gerist. Og þráttur í það að það fasteigna verð flugu strax aftur á næstu árum eftir hrun upp á við. Þannig að þú veist, þeir eru með gullleikið í sínum hendum þó þeir væru að borga með því og veist, ég hef svo litla saman með þessum punkti að þeir þurfu einhvern veginn að græða svona passív laun fyrir sjálfa sig með því að vera leigusalar. Þetta er svo undarleg hugsun og við erum bara búin að þetta kannski ætti það sem að segja einhverjum svona kapitalískar en Bandaríkjamenn með stundum. Klárlega. Að við erum bara ekki normalisera það að þú getur bara búið þér til lífsafkomu af leigjendum. Já. Og hvað farið hérna 50 skall á þessari íbúð og þessari og bara heldur áfram að gera það líka bara ráð fyrir því inn í þessum kostnaði að það þarf nú að fara að skipta glugga eitthvað tímar hérna og leigjandi það líka borga það það bara meikar engan sens hvernig þetta er hugsað. Og það er líka þessi talum bara fyrir hagsmunum hérna kapitalistana ekki bara fyrirtækjaeigendur og með launakostnaði og þetta, en hugsa þetta líka svona einn leigusali sem á 10 íbúðir kannski, hann er að sjúga út næstu allar ráðstöfunartekjur kannski 10 til 20 til 30 leigjenda sem búa í þessum 10 íbúðum. Þær tekjur eru ekki að fara út í hagkerfið, þær fara bara í vasan á einum aðila, dekka lánakostnaðinn og svo einhverjar umfratekjur sem hann fær í sín vasa.
þetta raunverulega hefur hamlandi áhrif á hagkerfið. Þannig þessi leigjendur eru ekki að út að kaupa sér vörur og whatever, sko, ef við verum að horfa á þetta algjörlega frá kapitalísku sjónarmiði, þá eru leigusalar mjög vondir fyrir kapitalismann. En kapitalistanir eru alltaf einhverjum svona dauða nauðvörn fyrir rétt leigusalana til þess að eyðileggja þeirra eigin kerfi sem náttúrulega bara hilarious. Merkileg pæling. Já, eins og sé, þetta ákveðin heimska. Það vantar bara eitthvað upp á röksemdafærslum í sumt fólk. Ég veist að hugsa sko, hvaða fólk þetta? Þú veist, ég þekkti strák sem var að vinna með mér, hætti fyrir ári. Hann var að leigja íbúð af gamalli konu í Seljakörfi. Og hún átti 9 aðrar íbúðu sem var að leigja út í hverfinu. Þú veist, það var bara einhver gömul kona, voðalega indæl og góð og var með leigjendur út allt. Það var það sem hún græddi fyrir sína afkomendur. Mér langar líka aðeins að ræða þessa þróun sem er átt sér stað. Þú veist, 2016, mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur. 2016 sendu þáverandi stjórn samtaka leigjenda erindi til Samkeppniseftirlitsins og bentum á að leigufélögin var að fara að kaupa upp húsnæði á fullu til að geta hækka leigu. Og síðan sjáum við ákveðna þróun og BHM gerði grein 2023 sem sýnir bara fram á með tölum og útreikningum að frá 2017-18 byrja verktakar að leggja 2 krónur í staðinn fyrir 1 á hverja íbúð. Þannig að þeir fara tvöfalda hagnaðinn sinn. Og hvað gerist? Við sjáum frá 2014 til 2017 verðbólga bara í lágmarki, hún 1-2-3% og eitthvað. Og upp úr 2020 þegar þessar íbúðir sem þeir fara að leggja svona mikið á að fara að seljast á fullu, þá kemur bara verðbólga. Þetta ástæðan, þeir skutu sér í fótir svo geta þeir ekki byggt í dag að þeir voru svo gráðið fyrir nokkrum árum, skiljiði og eru bara fattir að stóta af leigufélög í staðinn leigufélag Gylfa og Gunnars eða hvað sem það sko. Svo bætist þetta með bankana, við hefum heyrt margar sögur þessa efnis að fólk komið með eitthvað sparnað og það fer í bankan og það spyr bara ráða hvernig best að ávaxta þessu sparifé mínu og þeim ráðlagt af þjónustufullurum í bönkum að kaupa sér íbúð þess að leigja út. Já, við sáum þess að sko fastauðlýsingar tröstur leigjandi, við viljum trösta leigutekjur. Já, og þetta er þróun sem byrjaði í Bretlandi sko með Thatcher árunum að þá byrjaði hún að selja út félagslegt húsnæði og í staði fyrir að byggja nýtt húsnæði inn í það kerfi þá bara seldi hún það út og því kerfi blæðir áfram út í dag en þá á sama tíma byrjuðu sko heimilaði reglugerðarbreytingar og bla sem að bankar máttu þá byrja að gefa út bara svona buy to let heitir þetta, að kaupa til þess að leigja lán og þetta var bara einhverju svona hagkvæmri fjárfestingarleiði fyrir venjulegt fólk að tryggja sér efri árin og sinn sparnað og þetta bara, þú veist, þróun sem bara löngu komin hingað með 20-30 árum alveg en hefur alveg nákvæmlega sem slæm áhrif. Það húsnæðiskreppa líka í Bretlandi, það er húsnæðiskreppa á öllum Vesturlöndum, en hún langverst á Íslandi. Það er að klikka við þetta á síðustu 10 árum, cirka bátar tölur ára í gemynda, en meðal húsnæðiskostnaðir hafa aukist í Evrópusambandslöndunum kringum eitthvað 15-20%, og það er stór munur á milli landa. Bandaríkjunum 30-40%, á Íslandi 140%. Þannig að við erum ekki bara sko, að elta hinn löndin, við erum eiginlega bara að fá hraðferð löngu fram úr þeim og erum bara miklu verri. Já, nú eru svona viðmiðunar í mörgum löndum, viðmiðun kannski 25% af innkominniðinni í að fara í húsnæði. Hér erum við að sjá, við erum að lifa einhvern allt annan raunveruleika. Hvað, fáið þið margar sögur bara slíkt? Já, algjörlega og mér langar að grípa það sem hann var að tala um það tengist því sem varst að spyrja sem í félagslegt húsnæði. Þetta er okkur til skammar sem þjóð, hvernig búið að fara með fátækasta fólkið okkar. En við skoðum bara þróun á félagslegu húsnæði þegar Davíð Oddsson tekur við og fer einhverja svona brjálaða Thatcher rekanstefnu að snúa öllu kapitaliði bjargi eins og markaðurinn sjá þetta. Þá eru verkamannabústaðir það fullt af félagslegu húsnæði og maður gerir ráð fyrir að það hefur 11% og fjöldi fólk sem hafi bara raunhafa lausn á sínum húsnæðisvanda. Síðan bara að byrja að draga úr þessu og í dag sumir segja 2,5%, en ég trúi að það sé nær 3%. Reykjavík stefnir á 5% einhvern tímann í nánaðri framtíð og hins sveitarfélögin gera allan leitt. Þannig að við erum að tala um að það er ekkert félagslegt húsnæði að vita í boði fyrir Íslendinga. Hvað þýðir það? Það þýðir það að 30.000 Íslendingar sem hefðu átt rétt á félagslegri lausn á sínu húsnæðistörf og höfðu það aldamótin, hafa það ekki í dag. Þetta fólk eru á leigufélögunum. Þetta er fólki sem getur ekki leyft börnunum sínum að fara í dómstundir, verður stundum að svelta sig. Þetta er fátækasta fólkið okkur og við hendum út á guð og gaddinn. Og þegar við síðan bætum við að við sem Íslendingar höfum skrifað undir alþjóðasamninga sem tiltaka það að við eigum að
bjóða fólki upp á húsnæði á eðlilegu verði og þú talar viðmið á þann og OECD gefur út viðmið, það cirka 35%, skilurðu. Við skrifum undir þessa samninga, ríkið, en síðan framselur það ábyrðin á því að framfylgja þessu til sveitafélagana. Setjum séðan inn einhverja lagagreinum að sveitafélagina hafa frumkvæði að koma fólki til hjálpar sem í húsnæðistörf. Sko, ekki að fólki að koma að biðja, heldur þeir að hafa frumkvæði, þeir bjóða það, skilur við. Og þetta svo langur vegur frá því. Við vitum í Keflavík fyrir ekkert svo löngu síðan, þá áttu að taka börn af konu að því að þeir gátu ekki skaffa henni húsnæði fyrir fjölskylduna. Þú veist, þetta svo langur vegur frá því sem þetta á að vera, þetta til skammar. Og þar sem að leigufélög, stór leigufélög hafa nánast fengið á silfurfati einmitt eins og bara Ásbrú í heildliku eða íbúðir sem að fólk misti í hruninu. Þetta svo líkill vandi, við eltum Thatcher þarna, Oddsson og félagar á þeim árum að við seldum bara, leystum upp verkamannabústaði og bara stóru hlutar af þessum eignum voru seldar úti á slikk til, hvað var það, heimavellir eða eitthvað. Sko þið stofnuðu ríkisfélag til að selja þessu eignir sérstaklega. Þessi leigufélög alltaf skiptum nöfn í gegnum tíðina, það má aldrei hvað hét upprunalega, en mikið af þessum heitir Alma í dag, margar eigninar sem eru hjá Ölmu, það eru upprunnar í kringu hrun og jafnvel áður og í fleiri stórum félögum, Heimstaden og fleiri. Þetta eru eignir sem voru seldar undir með þessa markaðsverðið, bara á slikk, bara í gegnum sérvinna sérhagsmuna greiðakerfi Íslands og þannig að mörg þessi leigufélög eru síðan að nota réttlætingar að við erum náttúrulega bara að fylgja markaðsþróun og markaðsverðum og whatever en gífurlega hluti af eignunum hjá þeim er ekki mennin á lánabyrði. Akkurat. Þeir eru ekki að borga neitt fyrir að eiga þetta, þeir keyptu þetta ódýrt og eru búin að eiga þetta í verða 20 ár kannski en eru samt að rukka leigjendur og drífa áfram verðþróun á markaði með því að alveg svo maturverslunum að gera það með mataverð það er ekki bara verðbólga sem að hækkar verð á vörum, það er líka fyrirtæki sem sjá tækifæri í að hækka verð á vörum einfallega því að þau vita að verðbólga ástand þetta er græðgisbólgan þannig að það er alveg saman með húsnæði þannig að Alma hefur keyrt áfram húsnæðisverðs þróun bara með þessari græðgi og þetta er bara græðgi því að fjölskyldan þess að á þetta er allt milljarðarmanningar þeir þurfu ekki á þess að halda Við sjáum líka þannig voru kannski tækifæri þú veist, með þessi án þess að fara í einhverja uppbyggingu á húsnæði að laga að einhverju leiti til í félagslega kerfinu eða óhagnaðardrifnum leigufélögum eða einhverju slíku og gera markaðan eitthvað sanngjarnari en í staðin erum við bara að traðka og bara skapa aukna stéttaskiptingu með þessu. Ekki bara það, þú skoða meðal verða á þessum íbúðum upp á Ásbrú, hvað við keyptu þetta á, þá er meðal íbúð borgað þessu upp á 2 árum. 2 árum, þú veist, þetta er svo mikið græðgi. Hræódýrar íbúðir með brjáluðum leiguverðum. Suðurnes eru bara einstaklega slæmt dæmi í dag út af ágangi og græðgi og þá sérstaklega Ölmu, nú get ég talað það að búið að reka mig, stjórnarformaður fyrirtækis sem er eigandi Ölmu og ég fekk það er ástæða fyrir ég missti vinnuna núna fyrir áramót, klárlega en ég get talað frálsum þetta núna en þetta fólk, það merg sígur þetta, bara almenning skiljiði og bara, veist, sérstaklega þetta með fátækasta fólki sem er bara sett á, þú hefur verið að borga 80% af tekjunum sínum í leigu og það er með niðurgreitir leigu frá ríkinu. En mér finnst nefnilega, það er mjög fróðlegt að lesa einmitt þessi lögum félagsþjónustu sveitafélag þegar það verið að taka húsnæðisliðina þeim er skylt að byggja upp félagslegt húsnæði og bæði leigu, kaupleigu og þú veist, en þeir eru ekkert að fara eftir þessu og mörg sveitafélög eru bara búin að selja allt félagslega húsnæði sitt og eiga ekki neitt. Þannig að þetta er svona, og svo finnst mér bara það er ekkert að tengja þetta við svo margt í samfélaginu okkar, börnin okkar af hverju líði þeim svona illa það er margar ástæður fyrir því en eitt af því er það að þú ert alltaf að flytja þú ert að flytja á ársfresti og ekki þá bara í næstu blokk heldur þú bara flytja inn í hverfi og nýr skóli, nýr félagar sem gerir hvað að fólk, börnin bara hægt að fungera þau bara draga sín í skelina sína
fara að akta út, skilur þetta hefur svo ofbóðslega alvarlegar afleiðingar. Það er enginn að hugsa þetta því það þarf ykkur að græða. Jú, og svo bara fyrir utan það að félagslegt húsnæði, jú, það er lægra heldur en á almenna markaðnum, en það munar í rauninni ekki svo miklu. Kostunum með að vera í félagslegu húsnæði, það er allavega öruggt húsnæði ef þú getur borgað það. Þú veist. Ég vil rökfara að það sé raun og veru ekkert félagslegt húsnæði á Íslandi. Og ástæðan er einfaldlega svo að félagslegt húsnæði á að miðast við greiðslu getur leigandans. Það var ekki að miðast við markaðsverð. Og svo ég talið til sérstaklega félagsbústaði í Reykjavík. Ég ræddi þetta við hana Sigrúnu sem er forstjóri þeirra fyrir 2 mánuðum eða eitthvað. Og var að rökra þetta við hana. Ég tel það ekki vera félagslegt þegar það er sjálfbærni og félagsbústaði þurfa á leigjendur á félagslegum forsendum þurfa að borga upp þessar nýju íbúðir sem þeir eru að kaupa rándýrum dómum af einhverjum byggingafélögum. Þetta er langt frá félagslegt. Og bara svona því mér finnst þetta svo skemmtileg saga, hún er mjög stutt. Þá var ég í Portúgal fyrir 1,5 ári á alþjóðþingi í Leda. Og við fórum í skoðunarferð, þannig kom borgarstjórinn síðasta deginum og ykkur ræða og svo fórum við í skoðunarferð félagslega húsnæðiskerfi eða hverfið erum ákveði hverfi. Það þá skorinn ekki neitt allavega. Þeir voru með fullt af húsum sem voru að rífa, eldri húsum og voru að byggja stóra nýja blokkir, svona 5 hæða blokkir, splunkur nýjar. Og það var bara flutt jafnóðum. Þú veist, þegar það var rifið þá varstu bara fluttur. Og hún labbaði með okkur hópa fólki inn í þessar íbúðir og förum upp á aðra hæð og við förum hérna fyrst til hægri. Og það er 3 herbergja, 3 setnirbyggi, bara svona 100 fermetra íbúð og bara allt brennjú, rosa flott og hún spyr okkur hvað haldið þetta kosti í leigu. Og það kom einhverja tölur og hún endar á að segja þetta eru 250 eurur og okkur fannst það mjög sanngjarnt, þú veist, nema hvað. Og hún labbaði síðan yfir í íbúðuna vinstra megin, beint á móti, sem er nákvæmlega eins. Og hún segir við okkur, hérna flytur kona, einstamóðir með 3 börn, hvað haldið að leigan kosti fyrir hana? Og menn fóru ekki 250 þetta. Þá svarar hún og ég fann alveg hvað hún var stolt, hvernig liði vel með þetta. Hún sagði, nei, þetta er 50 eurur. Þetta miðast bara algjörlega við hennar greiðslugetu. Það er eina sem skiptir máli. Hún er alveg 3 ung börn og það er bara það sem hún er að gera. Við getum ekkert verið okra á henni. Vel gert, sko. Mér finnst þetta æðislega. Og þetta er eitthvað svona sem að manni finnist þetta, talandi þetta hér á Íslandi, eitthvað svona útópísk hugmynd sem myndi aldrei verða veruleika. Argasti kommunismi, þetta er bara í Evrópu. Sem er svo sorglegt af því að bara hvernig getum við bætt lífsgæði fólks og einmitt barna. Hvernig getum við gert það? Svona. Allavega ekki með því að vera með félagslegt kerfi sem miðast til húsnæðisverð sem hefur hækkað margfald á í laun. Nákvæmlega. Þú veist, það er bara absúrt. Ef við hugsið þetta, húsnæði er frumþörf fólks. Þetta eru mannréttindi að hafa þak yfir höfuðið. Við erum að tala þetta er bara eitthvað kapitalsvætt kerfi til að græða nógu mikið og í rauninni ég held að fólk hugsa ekki að það sé að níðast á fólki með þessu. Það hugsar ekki langt. En hvernig óskupunum er bara hægt að vera að koma með kerfi þarna. Þetta er nefnilega svo sturlað sko, því að fólk er að tala sko, það er nógu slæmt ef húsnæði er orðið að vöru á markaði, bara algjörlega fjárfestavætt. Það er alveg slæmt í sjálfur sér. En þess að fólk átt sig ekki á sko, að raunverulega varan hérna er leigjandinn. Því að leigjandinn er sko peningurinn, þaðan kemur peningurinn, þannig að þetta fólk er orðið að vara og þú getur ekki komið fram með fólk eins og vöru, það er bara, þú veist, segir sig sjálft. En þannig að við erum bara búin að færa sko gluggana af umræðinni svo langt út á eitthvað svona argasta sko konservatíst hægri sko að þegar við erum að tala sko bara hérna rétt vinstra megin við miðju, bara einhverju hefðbundnu Evrópulandi, þá hljómar þetta svo útópía, en þetta er bara svo borðleggjandi, þetta er svo augljóst. Og ég vildi sagt hafa minna, þú veist, það má aldrei tala líka í einhverjum svona skapandi lausnum. Ég datt allt í hugum hérna með allar eignina sem fólk misti í gengur hrun. Af hverju til dæmis, þannig var vinstri ríkisstjórn tekin við, en vinstrið í þeirri mynd, skilur, á þeim tíma og er kannski ennþá, er bara svo fast inn í þessum orðræðu glugga hægrisins að þú veist, það lausninar þeirra voru rauninni bara að gefa bönkunum eignir fólksins. Þú veist, þarna hefur til dæmis ríki geta bara stigið inn í, keypt upp eigninar, leyft fólkinu að búa þar áfram og umbreytti í félagslegt húsnæði. Nákvæmlega. Þú hefði geta gert svona skapandi lausnir sem hefur geta minkað verðbólgu, lina þjáningarnar, minkað höggið af hruninu og gefið fólki kannski tækifæri að byggja þessu upp og kaupa aftur eigninar á endanum.
með einhverjum móti, til dæmis. Og handamáli liggur svolítið í því, við erum búin að vera með séreignastefnu hérna lengi, en samt sjáum við að leigumarkaðurinn orðið 1 af hverjum 4 heimilum. Já. Við sjáum að leigjendum fjölgur 340% eða eitthvað meðan húseigendum fjölgur 25%. Þetta er ekkert alveg í samhengi. Nei. Og ég tengi þetta persónulega við það, við erum bara við fáum bara lítið úrval að alvöru fólki sem stjórnar okkur. Það er bara ekki nógu mikið gott úrval í boði. Þú veist, við fáum hvern halvvitan að fættum öðrum í raun og veru, þú veist, í miður. Þú veist, það hugsar ekki alla leið, þetta er borðleggjandi. Þetta er ekkert eitthvað sem við þurfum að velta mikið fyrir okkur, þetta á að vera ljóst, það á ekki að rukka, veist, að okra öllum almenningi og valda hérna verðbólgu öllum til ama. Og þegar við erum að tala eins og þú segir fólk og þetta sé einhver nauðsyn fyrir fólk, svo líka önnur nauðsyn fyrir fólk þegar að nærast og þegar þú komin upp í 70-80% af laununum þá er svo lítið eftir, þú ert með leikskóla eða tómstundir eða eitthvað slíkt fyrir börnin, það er orðið sára lítið eftir til þess að kaupa í matinn, hvað þá einhver hollan mat, þannig að við erum farin að setja það inn í eitthvað norm að þurfa að býða í röð eftir hjálparstofnunum þar sem þú færð nota bene óhollasta mat sem þú getur fengið. Þú færð ekki miklu næringu Seriópakka og hvítpasta og eitthvað sem engin annar veit. Ég get sagt ykkur að þú veist, ef þú hefur smakkað rækju Pringles snakk þá varst þú hjá maðurastýrsnum. Það er engin annar sem hefur gert það. Þetta er ekki bráðtegund sem hefur velur í búð. Ég trúi því. Fyrir upp á það ef maturinn er ekki bara útrunnin og svo er þetta unnar kjötförur, þú veist hversu langt á að ganga í niðurlægja fólk. Já, og mér finnst þetta bara allt haldast í hendur. Þetta helst allt í hendur. Svo ég klára aðeins með þetta með að við séum að fá til að stjórna okkur sjálf. Ef við skoðum aðeins í Evrópu, þá er flestum stöðum mjög stór félagslegu markaður. Hollandi 30%, Danmörku 20%, Vínaborgar helmingurinn að íbúðum og tengt eða þannig að þetta ekki tekjudrifið. En við einhvern veginn, og bara sem dæmi, þá var eina leiðin til að hækka leigu í mörgum Evrópulöndum var svo að taka íbúðun af leigjendum og refurbishana, gera hann upp á nýtt og þá gastu hækka leigunum bara öllu valdi. Þetta stóði yfir í bara nokkra mánuði eða ár. Þá grípur bara Evrópusambandi inn í og segir, Ursula von Leiter stofnar bara sjóð sem segir ef þið þurfa að gera þetta, þá kaupum við íbúðar og leigjum það út á félagslegum forsendum. Þetta er það sem ég á við. Við erum með fólk og mikið úrvala fólki þarna. Þetta er eiginlega ástæðan fyrir að ég er fylgjandi Evrópusambandinu og líka út á samkeppnissjónarmiðum, sko. En við erum bara með það mikið af fólki að það er einhverjir sem hafa vit í hausnum sem eru að stjórna. Við erum með þess að lítið af fólki hérna, það vantar fólk sem hefur bara þessa bara rökhugsun, skiljiði mig. Bara segja það hreint út. Nú höfum við sósíalistar talað mjög mikið fyrir því að ríki og sveitafélög byggja sjálf. Og sko ég er nefnilega að fólk sem er í félagslegu húsnæði, nú er stefnan þeir eiga bara svona eina íbúð í hverjum stigagangi og eitthvað svona. En þetta fólk lendir í alveg ofboðslegum vandaðninni þegar svo fordómar gagnvart í þarna. Ég sé einmitt líka það að ríki og sveitafélög byggi gæti mögulega eitthvað unnið á þessum fordómum. Þannig, en hvað er það sem að stoppar þarna? Af hverju eru ríki og sveitafélög ekki hrifin af þessar hugmynd? Þetta er hugmyndafræðilegt, þetta er menningarlegt. Þetta er svona ég ætti það sem Ingur að segja sko, með Evrópu samanburðin, að því að við erum svo langt gengin bara í stjórnmálamenningu á Íslandi í svona stjórnmálaskóla sjálfstæðisflokksins. Þú veist, valdatíð sjálfstæðisflokksins er svo löng og er svo mótandi að einhvern veginn öll orðræða og öll umræða og debatt er einhvern veginn út frá forsendum sem þeir hafa sett niður. Þannig að nú er komin vinstri svona læg ríkisstjórn, allan að 2 af þessum 3 flokkum og öll 3 gefa sig út fyrir að vera eitthvað svona umbótaöfl, eitthvað öðruvísi við establishmentið og öðruvísi við íhaldið. Ég spyr mig, þú veist, þessi heimska og þessi skamsýni sko, í fólki að hérna væri, þú veist, tækifæri til að grípa einfalda lausn eins og þetta viðmunaveri sem við leggjum áherslu á, sem geti umbreytt lífum 20.000 aflað ríkisstjórn gífurlegra vinsælda og haldið með völd næstu 20-30 árin. Þú veist, ef þið virkilega vilja vinna, bara grípið sigurinn, grípið tækifærið og bara uppskýrið því ríkulega. En það er svona einhver svona hræðsla við þetta
það var að stíga varfærnislega til jarðar og við erum ekki alveg viss, já, inngrip í markað, nei, en ég bara segi þetta þér fyrir góðu, ef þú ert stjórnmálamaður og þú vilt vera, skilur, gera eitthvað gott en vilt líka bara halda völdum, vinna bara næstu kosningar með bara príði. Gerðu þá eitthvað stórt, gerðu þá eitthvað sem að fólk raunverulega sér ávinning af og það tækifæri til. Þetta bara einföld lausn sem myndi lækka verðbólgu, minnka ríkisútgjöld, vænka hag leigjenda og lina spennuna á húsnæðismarkaði fyrir alla, af því að þetta væri raunveruleg leið, þar sem líka koma með orð Kristrúnar Frostadóttur þessar bráðaaðgerðir. Hún segir orðar þetta svona að þau vilja gera húsnæðismarkaðinn minna fjárfesta miðaðri með þessu. En þetta væri bara leið til að útrýma fjárfestum algjörlega á þessu markaði, einfaldlega því að þarna verður ekki lengur leið til þess að græða passíft á leigjendum. Sko ég er ekki, sko þessi fullyrðing er skemmtileg og allt það, en ég er ekki alveg sammála því að ef þú getur byggt íbúð og fengið hann að borga upp á 20 árum, þá hljómar það sem ágætis fjárfesting. Já, ég er alveg sammála því, sko. En þá er ég að segja bara að þú eignast íbúðan endanum og það er verðmæti, en ég bara segi þessi svona skammtíma fjárfesting, þar sem fólk er að leggja inn eins og bara gera með rafmyndir eða eitthvað og ætlast þess að fá, þú veist, stóran gróða bara á viku eða eitthvað. Þú getur ekki ætlast til þess að þú kaupir fasteignir og fengi bara skyndigróðan strax, fengi bara peningi vasan strax. Það er bara ekki normalt, það er ekki sjálfbært fyrir samfélagið og það bara virkar ekki til lengdar. Þannig að ef við bara skerum á þennan hnút, fjarlægjum bara þessa skammtíma gróða tækifæri fjárfesta á markaði, þá erum við að leysa bara hellinga vandamálum í einu. Já. Og ríkisstjórn sem myndir raunverulega koma þessi framkvæmd myndi bara verða ódauðleg að vinsældum bara mín spá, sko. Já. Ég hef bara ágjörð þessi ríkisstjórn, mér finnst þetta svona ákveðin populistafílingur í þessu. Miður, ég hafði svo miklu að trúa þeim, en svo núna þegar ég til dæmis að ég talaði við mikið af þessu fólki, bæði á Facebook og fleira og hitti, og núna þegar ég er að reyna að tala við það svaraði mér ekki. Það er ekki að koma kosningar, sko. Það skiptir engu máli. En það var náttúrulega mjög margt í þessu. Það urðu eiginlega allir sósíalistar fyrir kosningar, sko. Og maður var á pallborði eftir pallborði þar sem að fólk var mjög sammála svona á yfirborðinu, sko. Af því að, og það var ekkert kafað á dýftina, sko, hvernig ætlar að framkvæma hlutina. Þannig að, já, maður verður alveg smeykur. Svo skýlar þessi bakvið samsteipuna, því að þetta er alltaf já, en sko við þurfum að gera málamiðlanir í stjórnarsamstarfi og þá er það alltaf að nota þessa afsökun í staðan fyrir bara að eiga debatt raunverulega þetta er bara praktísk lausn sem leysir praktískt vandamál. Minnum á það þegar hann satt hérna Grímur Grímsson sem er núna á þingi fyrir Viðreisn og við ræddum þetta við hann hérna og maður sá alveg honum leið bara illa með þetta. Þú veist, þetta er greinilega góð gaur, ég segi það bara, þetta er bara örugglega góð manneskja. En hann sat þarna undir því hvernig ég var að lýsa, hvernig búið að fara með fátækasta fólki okkar, þessar 30.000 manneski sem er núna valdi leigufélagann og hvernig þróun leiguverðs hefur verið og haft áhrif á verðbólgu. Og eina sem hann gat í raun og veru sagt á endan er að við erum að móti leiguþaki. Já, inngripum á markaði. Já, eitthvað svoleiðis. Þetta er bara svona eitthvað svona lína úr flokksbiblíunni. Já, þetta er bara eitthvað svona prinsip sem að, þú bara verður að halda í þetta einhvern veginn í staðin fyrir að gera bara eitthvað ekki taktur raunveruleikann. Tölum skammsýni og heimsku. Fattaru? Þú veist, já, nei, við ætlum ekki að gera þetta. Svona hugmyndafræðilega blindni, það sem bara mátt ekki víkja út frá þessum þröngu parameters. Það vantar svolítið víðsýnina í hugsun og tóra hugsa djart og tala djart og framkoma djart heldur bara einhvern veginn bara fylgja þessum þrönga vegi sem við höfum alltaf verið á þetta bara svona skiptir ekki máli ég minna sjáu þið ekki bara velsaldin eða þú veist þeir eru bara geðveik að sjáu ekki Vildi snerta á sem er félagslega húsnæði líka í þessu samhengi sko, að tala þess að fordóma kakvart fólki sem að býr í félagslega húsnæði og það er rétt, en það er bara einmitt eins og Ingu var að benda á, þú veist, að því að það er skroppið saman úr 11% niður í 23%, ok, þá er þetta bara ótrúlega takmarkað úrræði fyrir fólk sem er í allra verstu aðstæðanum í lífi sínu. Þannig að þú veist, þú býrð til, þú svona skrimslavæðir þetta að félagslegt húsnæði sé bara fyrir bara einhverja algjörlega desperation, hamfaralegar sko, aðstæður eða eitthvað og fólk býst þau unni versta og þetta þú býrð til svona og býr til fordóma og ítir undir þá og býr til spennu á milli hópa. Ef að félagslegt húsnæði væri bara í Danmörku 20% af öllum markaðinum, þá væri þetta bara fullt af fólki í alls konar kringumstæðum í lífinu, ekkert endilega bara í algerri örbirð, þetta er bara fólk sem væri bara svona lower middle class bara aðstæðum, það væri líka í félagslegu húsnæði og þetta væri bara normaliserað. Það er akkurat þannig blað. Þarna
erlendis miðað við ákveðin tekjumörk. Hérna ef þú ætlar að fara að sækja félagslega íbúð, þá þarftu að sýna fram á sögu áfalla. Já. Það skiptir eiginlega meiru máli. Þú þarft sko að koma skríðandi og bara það þarf að vera rjúkandi rústinar á bakvið þig. Og Þeir eru líka hættir að setja fólk á lista hjá sér. Þetta köllum við í íslensku lögum að hafa frumkvæði að leysa húsnæði. Fólk kemur skríðandi og grátbiður að því að búið að berja það svo mikið. Nákvæmlega. Þú veist. En það eitt sem ég langar samt að taka, annað teika á þetta. Já. Og það hvernig komið fram við fólk sem að sækja íbúð á leigumarkaðinu frjálsa. Það farið að biðja fólk bara ykkur alveg fáránleg gögn og sakavottorð og alls konar. Það að sprengja flug þetta núna. Fólk svo... Varfell. Já, ok. Þannig að þú veist, ég svona... Og líka, þú veist, þetta hvað heitir þetta tryggingan. Já, þeir vilja frá kreditinfo og sakavottorð og ég veit ekki hvað. Hvernig getur til dæmis bara verið leyfilegt að leigusali taki tryggingaféð inn til sín og svo bara finnir hann ykkur ástæðu til þess að greiða þeir ekki tilbaka. Ég get sagt þér fréttir þetta sem áður. Ég fekk nú bara hugmynd eins og ég fæ stundum og sendi á Ragnar Þór og Jóhann Pál fyrir mánuði, manstu, sem snýra því að passa mækin sig alveg frá með því. Já, best að tala í mækin. Ok. Allavega hana. Hugmyndin var samt þessi að við vitum að það rosalegt vandamál með þessar leigutryggingar. Fólk að bara ekki að fá það tilbaka og mikill meirihluti mála í úrskurðarnefnd húsnæðismála út af þessu vesenni. Þannig að ég lagði einfaldlega til og við að ríkið tæki þetta yfir. Ríkið tæki þessar 20-34 milljarða sem eru hverju ári í þessum geymslu og setja það bara inn í reksturinn sinn og ábyrgdist upphæðin í staðinn. Og myndi þá líka fjármagna leigjendasamtökin. Og þetta tók Ragnar Þór mjög vel í. Þannig að þetta getur nú kannski breytt einhverju. Það bara svona einfaldar útfærslur sem að jafnvel, þú veist, með með eitthvað vesen, þú veist, þetta þarf ekki að hindra það. Þetta ekkert inngrip á neitt markað. Þetta bara einföld reglugerðarbreyting, praktísk lausn sem að tryggir það til dæmis að við þekkjum þetta öll þegar við þurft að flytjum húsnæði og við þurfum að eiga sér í einhverju svona stappi við leigusalanum tryggingaféð. Og þú veist, það oft bara bölvað vesen og við fáum ótal sögur af fólki sem lendir í bara fúski og svindli, það sem leigusalar svindla bara mjög ofta fólki, þeir eru bara búin að eyða þessari upphæður lengu og eiga hann ekki til og síðan búa þér til ástæðu eftir á, en það ekkert sem leigjandi getur gert í því rauninlega. Og svo vandamál með að fá vextina sem í lögum og ástæðu fyrir að ég kom með þessa pælingu til þeirra var svo að ég var búin að vera að heyra því að sko HMS tekur ekki við stafrænum leigusamningum, einhvern veginn þannig og þurft að skila það mín og eitthvað vesen, en hins vegar bendar á Ígló og þeir gera þetta stafrænt fyrir ykkur og að ótaði leigutryggingu á sama tíma. Nema hvað, ef þú lætur inn 900 skall hjá þeim þá færði ekki vextina. Og ég fór að fund með þeim og rætti þetta við það og lét bara heyra aðeins í mér því að þetta náttúrulega ólulegt. Þeir fóru að tala einhvern fjármálagjörning og eitthvað svona sko. En þá kom þessi pæling til, þú veist að setja þetta bara í öruggt skjól. Þetta bara trygging, þetta ekkert eitthvað annað en það. En ég veit ekki hvað mikil tími eftir, það eitt sem ég langar aðeins að ræða. Það skömm leigjanda almennt. Af hverju gengur svona illa að fá fólk til þátttöku leigjendasamtökum þegar þetta eru kannski 50.000, 60.000 fullorðnir Íslendingar. Þú veist, af hverju fjalla fjölmiðlar, sérstaklega Ríkisútvarpið, ekkert leigjendur og þeirra ástand, þráttur eins og segja þetta sé kannski 1 af hverjum 4 heimilum á Íslandi. Þetta finnst mér mjög athyglisvert, skilurðu. Og það alveg hægt að spyrja sig, akkur er þetta skammast þín fyrir að hvernig aðrir haga sér? Græðgi á húsnæðismarkaði er ekki þér að kenna. Ég hugsa, ég var nefnt að hugsa svolítið svipund úr að það líka bara svo mikið álag á leigjendum þegar að þú neyðist til þess að vera að flytja bara með nokkra mánaða millibili, ársmillibili, rífa þig upp og lenda bara einhvers staðar í rauninni þar sem þú færið húsaskjól, þar sem þú getur mögulega að borga eitthvað svo leiðis. Að það verður bara lítil orka og það er einmitt erfitt en það fylgir skömm með öllu svona og ég held að það sé einhver skömm sem hún er ekki okkar. Hún er eitthvað sem að fjármagnseigendurnir hafa bara klínt á okkur. Þetta er líka menningarlegt aftur í blandu pólitík. Séreigna stefnan er pólitísk stefna
til langs tíma en þetta verður líka menningarlegt, þú ert ekki maður með mönnun og eigir eign Akkurat. það er eitthvað úrrak ef þú ert að leigumarkaði og þetta er sama þessu hvernig lítið á félagslegu húsnæði þetta er svo lítið að markaðin, þá lítur þetta að vera bara fólki í ykkur svona alveg hrikalega erfiður félagslega stöðu og það er bara svona, þetta er ykkur dópistar og geðsjúklingar og ég ætla ekki að búa í sama stigagangi þetta fólk, skilur við. Svo fyrir utan það að vera alltaf að flytja, kostnaðin við að flytja. Já, allir þessi faldi kostnaður, sko. Kostnaður, og líka, sko. Þið hafi kannski örugglega upplifað það líka, sko, að líða eins og eigir ekki heima einhvers staðar. Nei, já. Og þetta er alltaf því ég er komin á einhverja svona 10-12 mánuði í sama húsnæði, þá er mér loksins að byrja að líða eins og ég heima hérna og þá svona þarf ég að heyra í leigusalunum, heyrðu, getum við endur nýja samninginn og þá er það bara eitthvað stórt já eða nei, kannski. Nei, við erum að fara að selja eða eitthvað. Þú veist aldrei. Það verður líka bara eins og hjá börnum, það verður bara ákveðið tengslarof. Algjörlega. Og þess vegna finnst mér hólur hljómur í Viðreisn að vera með einhverja rosa kostninga bara geðheilsu barna og svo er bara 20.000 barna á vergangi næstu því. Þetta er hérna hvað þetta tengist svo mörgum vinklum leigjendur fólk á til með að hugsa með þess að þetta sé bara eitthvað svona nýs hliðarmál og að því að við erum sérregnastefnu og þetta skiptir rauningi máli bara hjálpa öllum að kaupa íbúður og vera öll leið en þú veist, þannig eru hvað saminar mörg mál þarna, þú veist, það er allt fátækt fólk á Íslandi, öryrkjar ungt fólk, námsfólk einstæðir foreldrar ellilífeyrisþegar sem eru í mjög slæmri stöðu innflytjendur, flóttafólk, hælisleitendur og svo framvegis, þetta er allt leigjendur að megin uppstöðu allir þessi hópar eru sameiginlegt að þeir eru að mestum hluta til á leigumarkaði þannig að þarna eru samansatnið af öllum þessum félagslegu vandamálum sem við erum að díla við þetta endar á bitnar á heilsu fólks andlegri og líkanlegri þetta býr til alls konar streitu í kjarasamningum og allir það sem er launakröfnar og allt það og með börnin ég skrifaði mjög mikið þetta í blaðagreinum alltaf síðasta sumar allar þessar endalösu fréttir andlega vanheilsu barna og auki ofbeldi meðal barna og allt þetta þetta hefur beina áhrif þetta hefur líka áhrif á foreldrana því að þú elst upp á heimilina þess að foreldrarnir eru stöður í streitu og eru kannski bara að bugast undan húsnæðiskostnaði og óöryggi, þá hefur það áhrif á börnin líka. Ég er ekki alveg sammála að sé endilega félagslegt að leigja almennt, af því að ef þú skoðar hverjir eru að leigja og þessi gríðalegu fjölgu leigjanda, þá er þetta bara velnægt fólk. Þetta er bara, ég keypti mér íbúð með konunum mínum aldamót, það var ekkert mál. Þú veist, ég segi alltaf húsnúmerið að það getur fólk bara keyrt framhjá og sé. Langholtsvegur 178, þetta er neðri sérhæð, þetta er 5 svefnherbergi. Já, með stofunni þá, ok. 120 fermetrar, 4,9 milljónir. Nákvæmlega. Þú veist, ég veit að skipta parkett. En, ok, svona íbúð það er 80 milljónir, 100 milljónir. Og það er hægt að reikna þetta. Ég meitt keypti íbúð á einhverjum svipuðum tíma, með fermingapeningunum mínum. Sem bara, þú veist, enginn er fara að geta gert í dag, Og en já, við fyrir nú að renna út tíma en þess vegna, mér finnst þetta svo góðir punktar einmitt, talandi geðheilsu barna og það séu markmið hjá ríkisstjórnarflokki að þá er ástæða fyrir að þessi þáttur heitir sósíalísk stjórnarandstaða þannig að við bara skorum á ríkisstjórnina og ég býst nefnilega ekki við hörðum aðgerðum frá stjórnarandstöðinni sem er inn á þingi í þessum málefnum hún er bara til hægri, það er engin til vinstri akkurat, þannig að við höfum samt alveg 3 mínútur sem ég langar að spyrja það er eiginlega 2 spurningar og 3 mínútur það er bara, hvaða ástæð teljið þið að húsnæðismál sem er grunnþörfin okkar hafi ekki verið meiri umræðin í kosningabaráttunni og svo langar mér að vita hverju næstu skref hjá leigjendasamtökum. Við settum þetta á dagskrá í kosningabaráttunni. Ég er alveg trúið því að við höfum haft töluverð áhrif þar. Bæði með að hitta fólkið og vera töluverð á Facebook, en ástæðan fyrir að þetta er eins og þetta er bara sérhagsmunagæsla, fyrst og fremst og ákveðin skammsými og heimska, þeir bara sjá ekki heildarmyndina. Nei, þeir skortir raunverulega lausnir að því ég skil ekki eðli vandans og stundum er þetta sérhagsmunir og að mörgu leyti og öðru leyti er þetta líka forréttindablinda, það er alls konar fólk annað sem er bara mjög vel sett og það bara sér ekki hver vandin er, það hefur ekki upplifað hann sjálft og ég held að það sé líka stór þáttur. Þetta er langstærsti hagsmunahópur í Íslandi, leigjendur, langstærsti. Og krosstengslinni, eins og ég segi, bara svo marga
hópa í samfélaginu sem að einmitt þurfa aðstoð og þú getur aðstofa mjög mikið svona þverst sneið af íslensku samfélagi með því að gera skurk í málefnum leigjenda. Og það bara hvað tekur við næst? Það sem við ætlum að einbeita okkur að á þessu nýja ári að við rauninni bara krefja ríkisstjórnina aðgerðir sem að þau lofuðu að skoða. Já, við viljum pressa á leiðréttingu og leiguverði okkur öllum til bóta. Við viljum líka skoða þetta með trygginguna sem við núna kannski einhverju vinslu og svo viljum við líka koma að einingarhúsunum því það kemur frá okkur og við áttum fund með húsnæðisnefnd Samfó og við lögðum þetta bara fram þannig að þeir bæru ábyrgð og það var að því þeir tölum þetta tæk svo mörg ára að leysa og hjálpa að leysa vandan, ég sagði nei einingarhús. Einmitt. Akkur var það ekki gert hérna í Grindavíkurgosinu til dæmis? Til dæmis, já. Af hverju? Ragnar Þór sagði okkur þetta bara hreint út að Vaffer hérna, ég segi ekki Vaffer, hvað er þetta, Bjarg í gegnum hann, þau hafa bara komið með boð þetta og það boð hafi staðið bara ósvaraði ykkur 8 mánuði á ríkisstjórninni. Á þeim tíma hefði verið langlegin að komið, 8 til 12 mánuði, að reisa kannski bara 100 ef ekki 1000 einingarhúsa. Það hefði mátt leysa vandan á þeim tíma sem við bárust ekki svör. En málið að við ætlum að reyna að koma að þessu. Það sem gerðist síðan eftir að við lögðum þetta til og þeir gripu þetta á lofti, að þeir fóru í Bjarg og fóru síðan í gegnum tengsli þá í einhver íslenska trésmiður. Og þar eru komni með svona færulega einingarhús sem eru fáránlega dýr. 600 skall fermetrin. Það er þetta íslenska verktaka verðlagið sem að... Þannig að það sem ég hef verið að gera, ég á okkur fund á 50 með lettnesku fyrirtæki sem er mjög stórt í svona modular home skilurðu, er bara komið með raunhafa lausn með ódýrari og fljótvirkari því að íslensk trésmið getur ekki leyst vandan á 1, 2, 3 sko, það þarf meira til. Þannig að við ætlum aðeins reyna að beita okkur þar líka. Frábært. En hérna, ég, Þórdís og Unnur Rán, við viljum takka ykkur kærlega fyrir komin þetta frábært spjall og takk fyrir komina. Takk fyrir boðið og bara til hamingju með nýjan þátt. En hvað með leigjendalagið? Ætlum við ekki að taka leigjendalagið? Jú, þú byrjar Yngvi. Takk kærlega fyrir komina, strákar. Takk fyrir mig. Frábærir.